kraftinn og núna svo Wirecast sé ruglið. Svo Wirecast fólk svo stríma þess að það sé ruglið.
Já, komið sælir áhorfendur góðir og velkomin í KA TV. Ágúst Stefánsson heiti ég og með mér engin annar en Egill Hænesen. Velkomin Egill. Já, takk. Við erum að fara í ansi áhugaverðan leik hér núna í Kallablakkinu. Þetta uppgjör liðana í 4. og 3. sæti í deildarinnar og má eiginlega setja sig 6 stiga leikur. Þetta verður hörkuleikur, 6 stiga leikur og bæði lið munu berjast til síðasta blóðdropa held ég. Já, heldur betur og þetta með liðið sem mættust í bikarúrslitum í fyrra og eins og þau hafa barist hart þennan stutta tíma sem Álftanes hefur verið sem lið í Blakkinu. Það var alltaf áður Stjarnan en hafa komið sterkir inn í Blakkheiminn undir verkjum Álftanes. Algjörlega. Og það gaman að sjá að Mason Kastner fyrirliði KA alltaf mættur aftur á gula dúkinn. Hann leikur í dag með Álftanesi, ótrúlega skemmtileg karakter. Gaman að fá hann í heimsókn aftur. Algjörlega. En við hverjum hefur búast hér í dag? Þess kannski helsta með KA-liðið hefur verið að liðið hefur sýnt frábært Blakkinn á milli en það vantar svolítið bara stöðuleikann í vetur. Alveg klárlega, það vantar töluvert upp á stöðuleikann. Og þeir bara að mínu mati missa hausinn oft sko. Já. Sem að veldur því. Já, og sérstaklega í Blakki það bara bannað að missa hausinn. Ég held að sé engin íþrótt sem að refsaði meira fyrir að missa hausinn heldur á Blakk. Nei, það alveg þannig sko. Og þegar einn búinn að missa hausinn þá smittar það rosalega fljótt út frá sér. Já, ég ætti að þekka þig, ég meðri liði. Já, nákvæmlega. Bauðstu upp á hennan. Já. En já, alltaf verða klárt. Og já, KA-lið með hefðbundna uppstillingu. En allt að verða klárt hérna. Já, við hentum í smá tæknilegu vandræðum áðan með kvennaleikinn sem var áðan sem að Álftanes 2 vann KAB. Gaman að félögin hafa mismunandi nálganir í því hvernig þau skýra varaliðin. Já. Það var hörku spennandi leikur. Já, endaði 3-1 í 4 hörkurhinnum fyrir Álftanesingum en hér byrjar þetta. Filip hefur leikinn og frábært á Benna hana. Frábær blokk hana sko. Og já. Svo kemur Matthew Gibson með smass nær ekki yfir og KA komið í 1-0. Þetta byrja flott hjá okkur bara. Það fínt að fá Benna í hávörðuna bara strax í gang. Já. Loka Mason, þeir þekkjast mjög vel þannig að þetta verður erfitt. Já, Benni líka skemmtilegu karakter. Mikill baráttu stöður okkur. Já, hann var í þessum bolta. Já. Þannig kemur fyrsta stigið hjá gestunum. Staðan orðin 1-1. Og fórum að eins segi tækni málinn séu komin í lag hjá okkur. Ná bara að sína hennar leik. Já, Strist komin í uppgjöf. Hún först og af netinu en KA-liðið nær að bjarga þessu. Boltinn yfir. Vel gert. Og aftur blokkaði Mason. Já. Og já. Það er vel gert, vel slegið. Já, þetta var bara flott að KA-liðinu, hvernig þið ná að verjast Mason og svo í kjölfari snúa vörðin sókn og bara frábært smass. Þeir eru að horfa mikið á æfingar á splæsismönnum. Klárlega. Við sjáum það að Mason og þeir ná mjög vel saman. Ég held að Mason fái marga bolta í dag. Já. Á miðjunni. Talandi það. Akkurat. Matteo yfir. Nú vel að fyrir gestina og kemur hörkusmas af vörninu út. Þetta gerði Valgeir vel. Þristandinn áttastanda við, Valgeir og Matteo. Ekki alveg nógu góð móttaka. Nei, það virkaði ekki
Svaklega flókið bolti en það er oft erfitt að rýna í þegar maður er ekki á vellinum sjálfur. Nei, nákvæmlega sko. Mason er með ágætis flot uppgjöf, þannig að það er mjög erfitt að reikna boltan. Já, þetta er mjög flott hjá honum. Hanna. Heyrðu, það er skalli. Þessi bolti er enn í leik. Þetta er ekki ekki. Þessi er út. Fór í háruna. Fór í háruna, já. Það er gott að þú með mér. En já, allir séu komnir í 4-2. Þeir eru búin að vera flottir í vettur og við vitum að þetta verður erfiður leikur fyrir okkar lið. Strákarnir eru starfanir í að sækja 3 stig og þetta gerir Matteo frábærlega. Já. Miguel Matteo Castrillo. Blagmaður ársins hjá KA. Og hvað endaði í öðru seti, já. Íþróttamaður Akureyrar, frábær karakter, þjálfari kvennaliðsins líka. Frábær hávörn, en vel bjargað hjá gestunum. Fílip á Lexi plaffar þessu, já. Þarna erum við að tala saman. Það vissu allir þetta var að fara að gerast en bara sáu það. Uppspilið og bara smassið var það gott að það var enginn að stoppa þetta. Hjálpa líka þegar maður er svona hávaxinn eins og Lexi en líka hann hoppa svo ótrúlega hátt upp drengurinn. Já. Frábær ekki að Benna þarna. Alveg vakandi. Já. Ná þessu. Nei. Já, þetta var alveg Björgun upp á 10 og svekkjandi að fá stíið ekki í kjölfarið. Já, ég hef viljað sjá Gísla taka hann aftur bara á hausinn þarna. Já. Já, það er með hausinn í lagi, það skiptir öllu máli. Nákvæmlega. Já, það lendir eitt auglýsingaskiltið í honum Benna. Vonum þetta verið í laga. Já. Jöfnum í 5-5, þetta er svona mér finnst að við erum fattar að komast betra og betra í gang hérna. Já, klárlega. Fílip er að finna á, þannig að þetta verður þrjusur leikur. Já. Talandi þrjusur, þetta var þrjusa beint í netið. Já, fast er flott. Já, ég veit að þú ert sammála því. Það þarf ekki alltaf að ganga upp eins og. Það sér úti. Já, þeir eru fljótt að breytast, maður var að hrósa kálinni rétt á hann og nú er komin 2 mistök í röð. Þetta gerir þess að Birkir vel, nú kemur Lexi og já. Þetta er ekki. Við vorum að tala um að Áltarsvík myndi leita mikið að miðinni. Já, ég held að verði svipa núna. Já. Hjá okkur. Sýndist Matteo að vera stingandi við fætur en eitthvað að kvenka sér í löppinni. Já. Það er spurning. Það er ekki gott fyrir okkur ef að Matteo er ekki klár 100%. Nei. Þetta gerir hann svo frábærlega og þessi var úti. Rétt úti. Já, hann er greinilega eitthvað. Já. Nei, maður líst alls ekki vel á það að Matteo er ekki klár. Algjör lykilmaður í okkar liði. Ekki með Lexi, laumar, bjargaði þessu vel ekki á Matthew og Gísli Marteinn missir hennar út. Já, 4-1 kafli á gestunum núna, þeir eru spilaði einfallega bara mjög vel. Það er að koma sér í góða stöður. Hanna. Já. Lexi fara að hoppa nóg. Já. Í dag held ég. Já, ég held að það sé nokkuð ljóst að Matteo er eitthvað tæpur að þá munum við að ansi mikið á Lexa. Sóknarleikur KA í vetur hefur verið mikið á þeim tveimur. Já. Enn erum við að ná að blokka Mason. Matteo laus bara. Getið á Ástris og kemur. Fítboltar á Agli hérna. Við náum að sjá við þessu.
Já. Það gerir hann vel. Sá hvernig Gísli Marteinn lokar á þetta frábærlega. Já. Nú tekst Mason að skora, setur þetta af hávörðina út. Mason líklegast mætir til þess að sækja 3 stig hérna. Við erum þannig líka ansi vel á dútnum hér í K-milinu. Já, unni nokkra titla með K.A. Já, þeir voru ófáir þó að hann var náttúrulega ekki voru lengi hérna. Nei. Jæja, mátti það út og hann er greinilega langt í frá að vera 100% klár. Sér bara allt á líka spettingunum hjá honum. Já, hann er vafinn á kálfanum, syns mér. Allavega. Já. Já. Jæja, 4 stiga munur, K.A. Það vantar herslumunni núna að ná að halda betur í við gestina. Pyrsa vel gert og... Já, K.A. fær stigið. Mér fannst að það bara minna á tróðslu í körfubolta hjá hann. Þetta var eiginlega meira svoleiðis. Greip hann og sleppti hann svo. Þetta var... Já, það er frukt að dómar að það sé ekki að þóra í Filip. Nei, það er spurning. Við veitum það náttúrulega flestir í Blackhavenum að það er ekkert voðalega gaman að lenda í pirriðum Filip. En já, þetta var á gráu svæði. Ásu. Þetta er hrikalega vel gert hjá Álftnesingum úr erfiðri stöðu. Maður verður einfallega að hrósa þeim. Egill Þorri með sitt annað stig. Eins og K.A. var síðustu helgi á Ísafirði sem að K.A. vann á laugardeginum 3-0 sigur. Náði ekki að fylgja því nægilega vel eftir. Lenti 2-0 undir á sunnudeginum. Jafnaði 2-2 en tappar svo Oddarhraunu. Og hér er Valgeir að koma gesturum 5 stigum yfir. Þá tegur K.A. leikli, skildi svo sem eiginlega engan undir að vantar aðeins upp á. Já, sjáum hvað þetta leikli skilar fyrir K.A. Þetta er svona ekkert verið alslæmt, það er bara að vantar svona smá fínpússingar og svo kannski móttakan hefur alveg verið betri líka. Bara fækka þessum mistökum. Já, þetta er ekki flókið, bara fækka mistökunum. Akkurat. Heyrðu, þá kemur erfiðu bolti tilbaka þarna. Og það var ekki Egill sem að setja þennan í netið. Nei, þetta er Astrid. Ástríðis já, fyrirgefðu. Það er svona vitlaust í blaðið hjá okkar, góða. Gísli Marteinn. Fínn bolti. Kemur Mason og hann plaffar sig niður. Þetta við sé ansi oft frá honum. Hann er ekkert mikið að flækja hlutina. Bara plaffa.
Já, kemur svo með þessa uppgjöf sem að fer ekki yfir. KH fær þarna ódýrt stig. Það var að Benni uppgjöf. Já. Já, gríðarlega mikilvægt fyrir KH að fá 3 stig í dag. Það er svakalega baráttu framundan þessi sæti úrslitakeppnina og kemur geggju lauma. Það var Matthew eða lauma eða eitthvað allavega. Það er ekkert að dæmi náttúrulega þetta ef Filip fær að tróða. Já, nákvæmlega. Þá verður það fleiri að fá að tróða. Þetta var mun löglegra heldur en það sem Filip gerði þann allavega. Það held ég. Já. Vel bjargað og kemur svarfræðum lauma, Gilvíta Birki og... Hvað nú? Já, boltinn á vellinum. Hugga bolti og... Já. Valli eitthvað að rífa sig í stúkunni. Jæja, hann var bara endurtekið. Þessi úti, já. Já, eins og við þurfum að bæta aðeins móttökuna, þá held ég að við náum að tengja sóttina aðeins betur. Matteo, þeir sjáum við þessu og kemur frábær hávörð að KH. Já. Lexi nýtti hæðina vel þarna. Þeir minnst út í 3 stig. Góður bolti, frábær móttaka líka. Þetta missir Lexi boltan í netið og hafði boltinn fljótur niður aftur. Já, mér finnst eiginlega svolítið mikilvægt að taka þessa fyrstu hreinu hér í dag. Já, alveg klárlega. Svona, sérstaklega eins og ég segi, það er svo svakaleg barátta sæti í úrslitakeppninni núna. KH og Afturelding jöfn að stigum í 4. og 5. sætinu og það er bara 4. sæti sem fer í úrslitakeppnina. Það er ekki eins og hefur verið að það sé eitthvað auka umspil eitthvað svoleiðis. Það er bara efstu 4. Já, það er loksins búið að laga það. Mér fannst það svolítið svona tímaskekki einhverju. Já, það sérstaklega þegar voru bara 5 lið í deildinni, sko. Náttúrulega gasturinn lagt ekkert í deildina og samt alltaf öruggum farið í úrslitakeppni. Já, nákvæmlega. Þannig að ég er sammála því að þetta er gott skrifað á blakinu. Það var náttúrulega akkurat tímabili sem við lendum í smá óstöðuleika. Já. Þannig að nú erum við bara í hörkubaráttu að komast þangað. En gaman að blakið sé farið aftur af stað til jólafrí. Hér kemur Smasver og langt. Þetta var ekki alveg gott hjá Ástríðis. Þá taka gestinir Eikli. KH búið minnkið í 2 stig og þetta er svona vonandi aðeins að koma hjá okkur. Þessi KH-lið hefur átt frábæra leiki inn á milli. Til dæmis lagt toppið HK á velli. Gerðu það hérna í KH-milinu. Maður veit það alveg að býr hellingur í þessu liði. En náttúrulega eru þeir Íslands bikar deildarmeistarar og meistarameistarana. Já, það er ákveðis titill. Já, líka mjög langur titill. Það er nóg í þessu KH-liði til að gera góða hluti. Já, það er bara hávörðunum fer út. Ég var að segja að það hefði verið vel gert hjá Ástríðis að lesa blokkina. En alltaf eins og ég vissi alltaf búið að vera töluverðar breytingar á KH-liðinu, þannig að það tekur kannski smá tíma að einmitt ná stöðuleika og menn séu vanir að spila saman. Og þetta er í antennuna
Eða spíruna eins og einhver vilja kalla það. Netspíruna. Já. Já, þannig að gestin aftur fjórastunni yfir. Þannig að Pálmi missar hann yfir og Mason ekki lengi að refsa þarna. Hann ættir ekki bjóða sér þetta tvisvar. Nei, lúrði þarna við nettið og smassa sig niður. Hann svona eins og Lúrik Gíslason. Já, nákvæmlega. Það kemur Lexi, já. Þetta er ekki klikkað hjá þeim félögum í dag, Filip og Lexa. Nei. Það er bara að hamra í átni með hitt og halda þessu áfram. Já. Og þá fer hann í afturlínu. Já, einmitt. Benni á nú að geta skilað svona bolti líka og gerir það yðurlega. Algjörlega. Kemur Mason setur þetta út og já, Matteo á síðustu stundu ákvað að sleppa að taka boltan. En hann var mjög tæpur, skal ég segja. Fín uppgjör. Já, boltinn yfir og út. Filip var með hann upp á hár hvað þessi bolti myndi lenda en hann var ekkert langt úti. Nei, hann fór samt vill sem við netspíruna. Já, rétt hjá þér. Ég ætla að fara að hrósa Filip fyrir svo ótrúlegu blak heilan er. Já. Það þurfti ekki endilega þarna. Allir inn á ég sem sá að þetta var út fyrir spíruna. Þetta gerir Mason vel. Það megað hann stór. Magnús Kóni uppgjöf með Altanes. Þessi úti. Já, en Birkir tekur hann. Og Matteo frábærlega gert. Já, þriðja stig Matteo í leiknum. Ég er svona kvenka sér minna og minna að líða leikinn. Kannski er aðdurinn að fyrir að kikka inn og finna að minna fyrir þessu. Það gæti verið. Það ætla sér ekki að vera leikur næstu helgi líka. Það er spurning hversu mikið hann á að fórna sér. Já. Æja, gefur Matteo, Mason fyrir ekki og hann fyrir blokkinu niður. Já, þriggja stiga munur. Þú gengur erfiðlega að minnka það niður í meir en 2 stig. Sjá. Vel gett hjá strákurinn köllu þetta fljótt og þessi var úti. Menn lét hann vera. Sækjast það munur, Gísli uppgjöf. Já. Fín uppgjöf en góð móttaka hjá. Það var Ingólfur komin í uppspili. Já. Nei, þetta ætlar að vera mjög erfitt að ná að færast nær en 2 stig. Og nú eru gestirnir aðeins 2 stigum frá því að klára þessa fyrstu hrinu. Mason bara með öruggan bolta hana og Benedikt kemur þess allavega yfir. Þetta er svo að háðuna út, þetta er svekkjandi. Mjög svekkjandi. Já, 1 stig í viðbót sem gestina vantar. Þessum við oft séð ótrúlega sviftingar í blakkinu. Þessi var tæpur. Já, þessi er leikið, hann er farið beint í gólfið. Já, það er hætti því. En Mason var nú fljótur að brosa yfir þessu. Ótrúlega skemmtilegur karakter. Næja, þessu þurfa að fara yfir. Næja,
Endi smá vandræði með þetta, en ná að berga þessu og boltinn enn á lífi. Kemur Matteo laumar. Og lauma hinum einn og Kávalið bergar þessu, nú Matteo. Já, frábærlega gert. Ingólfur reyndi sitt besta að bjarga þessu bolta, en þetta var það fast að erfitt að stýra þessu bolta. Jæja, þá vantar okkur 2 stig í viðbót til þess að halda þessu ennþá í gangi hérna. Já, frábær vörn og kemur þetta þægilegur bolti yfir. Við þurfum að verjast aftur. Já, vel gert hjá Matteo. Og aftur smarsar hann. Setur inn í hárið og þessi endar úti. Og gestirnir taka fyrstur hinnu 25-22. Já, verðum ekki verið að setja sig að vera sanngjarnt að þeir vinni fyrstur hinnu. Þeir voru, held ég, aðeins betri. Þeir voru svona hálfur skrifa undan okkur. En gefur þó bara ágætlega bara fyrir það að Kávalið allavega vel inn í þessu. Já, klálega. Og við vitum það að við eigum aðeins inni. En þetta verður bara æsið spennandi. Ég held að Kávalið komið sterkir inn í næstur hinn og vinni hana auðveldlega. Já, kannski ekki auðveldlega, en samfærandi. Já. Samfærandi. Já, við erum klálega að segja það sama. En ég held að ég þurfi að fara að segja þetta gott hér í blakinu. Ég held að ég þarf að fara að stökka yfir í bógan sem við sýnum frá K.A. Dalvík Reyni í fótboltanum. Þannig að Egill, þú verður að stýra skútunni án mín. Já, ég gerir mitt besta. Já, ég þakka fyrir mig og ég sé þá bara þá sem vilja skipta yfir í fótboltan kl. 5. Það er bara allt í reiðu, önnur hrina. Já, ég er bara að vera sammála að K.A. þarna. Þetta hefur bara verið slag. Hvað segir þið? Nú að það? Já, þetta var tekið tilbaka, endurgjöf. Já, þá byrjum við aftur. Þessi úti.
Já. Það var Gísli í uppgjöf fyrir Káa. Opinn, missar henni í netið. Já, þessi var inni. Segja á línunni. Já, Mason setur þetta í gólfi, eða í Gísla reyndar. Þá kemur Kippey inn á fyrir Birki í líbaró. Þetta vel gert til Lexa þetta. Lokar á Mason. Já, menn verður nú bara að henda sér í gólfi. Já, opnið í hárni, betur látið hann fara, það hefði nú örugglega haldið svo lífi. En vel gert hjá Gunna. Það var Matteo í uppgjöf. Já, góður bolti. Já, þeir voru með þetta í hávörðinni. Það tróðu sig einhvern veginn á milli. Það sér úti. Það ekki alveg að ganga upp hjá okkar mönnum. Gibson ennþá í uppgjöf.
Það er leikhlé. Já, sjáum hvort að náum að stoppa Mason Matthew í uppgjöfinu núna með þessu leikhlé. Það er Fúsi kom inn á í móttökuna. Hanna. Vel gert hjá Gunna. Og þá fer hann bara í uppgjöf. Já. Frábær blokk, beint í gólfið. Aftur. Glæsilega gert hjá Lexa. Lexa er bara á eldi akkurat núna. Ég held að þessi þriðja stig í röð hjá honum. 9 skora stig í leiknum. Átökur Álftanes, leikhlé. Já, við sjáum það. Miðjurnar eru atkvæðamestar í sitthvoru liðinu. Lexi komið 9 stig og Mason 7. Þá heldur Gunni áfram. Þetta eru 4. Þetta er fín skorparúni á KM-unum. Gunni að fara að taka sína 5. uppgjöf. Þetta er vel gert hjá Álftanes. Og Valgeir kominn í uppgjöf fyrir þá. Glæsilega gert.
Hörku spennandi og jafn leikur. Þurfum bara að fara að skora upp fleiri stig og komast fram úr þeim. Þetta vel slegið hjá Ástrids. Frábær bolti á Gunna. En hann sofnaði kannski aðeins að verðurum. Ég vissi það að hann hefði verið með 6-pack að hann náði þessum bolta. Frábærlega slegið á Fúsa þarna. Mjög góður í þessum Mason. Magnús í uppgjöf. Já, setur það í neti. Sjöfunda í neti. Já. Fúsi í uppgjöf núna. Æjæj, aðeins og fastur. Það var Ingólfur kominn aftur inn fyrir Magnús. Já, þetta var náði ekki eins góður rönni og hann gerði áðan. Já, þarna lokar Matteo Gibson. Hann komið 6 stig í þessum leik. Og heldur Benni áfram í uppgjöf. Já. Ríkalega sterk háður þarna. Mason setur þetta yfir til gólfið, en einn á móti sér. En vel gert hjá Leikson. Það er úti. Þeir eru ekki sammála því. Já, Benni að taka sína 4. uppgjöf í röð. Ká komið yfir. Þetta er vel slegið. Vel slegið.
Frábærlega gert hjá KM-urinn þarna. Góð vörn. Engu að síður hjá Álftanes. Og þeir Matti og í uppgjöf. Vel gert hjá Matteo. Kölluðu eftir tvíslagi þarna. Fengu ekki en kláruðu þetta bara. Frábær uppgjöf. Góð móttaka líka. Valgeir setur hann þarna í blokkina út. Þetta var mikilvægt stig. Mjög mikilvægt. Það Gunni bara taka annar rönn. Glæsilega gert. Bjargaði þessu vel. Matteo setur hann í hávörðina. Þetta allt annað akkurat núna. Og þá taka þeir leikhlé. Enn á að reyna að trufla Gunna en ég held að það muni ekki takast. Nú það bara einbeita sér og klára þennan leik. Búið að leggja línunar. Glæsilegur ás þarna hjá Gunna. Og fyrsti ásinn hjá Káa. Það er bara svoleiðis. Vel gert hjá Filip þarna. Þessi úti, en líklegast touch. Já. Lexi ætlaði aðeins að reiðast þarna. Það var bara Matteo sem fór í boltann. Það var alltaf með svarað þessu. Frábært smass þarna. Vel spilað upp hjá Filip. Lexi komin í uppgjöf. Þetta er tvíslag. Og það Lexi bara klára hann að leik, það er þetta 2 stig í það en ja, þessar hrínu, hann ætla ekki að klára leikin.
Þarna setti ég kannski ómikla pressa á hann. Þessi fyrsta uppgjöfin sem hann klúðrar. Þá er staðan 23-19. Já, vel bjargað að Káa. Þeir kölluðu þennan bolta úti en hann var held ég ekki á leiðinu út. Þá var það bara Filip að klára leikinn. Hrinuna. Ætla ég að segja þetta. Já. Hann er góður í þessu, Ástríðs. Skilaði þessi hárið nú beint niður. Okkar megin, Káa megin. Þá megar ekki gera mistök. Já, þeir bjóða Mason upp á frábært spil hana. Já, vel gert. Loka þessari hrinu. Flott Masja Matteo. Það var ekki eins samfærið og ég spáði hér áðan en við tökum þessari hrinu. Þetta verður greinilega æsi spennandi leikur. Þá er það þriðja hrina. Káa byrjar með boltan, Filip í uppgjöf. Vel gert hjá Benna þarna. Já, þeir eru aftur í boltanum, en í blokkina út. Þá er það Ástríðs fyrir Altanes.
Vel gert hjá Benna. Og nokkuð ánægður með þetta. 1-1 og Gísli Marteinn í uppgjöf. Við þurfum kannski að fara að bæta við okkur fleiri ásum. Fín uppgjöf. Glæsilega Hávar. Þeir ná að bjarga þessu. Á fínasta rally, Gísli fær hann í sig þarna. Martin í uppgjöf. Þessir úti. Matteo byrjar að haltra aftur. Benni í uppgjöf. Fínasta uppgjöf. Já. Þetta gott svar hjá Káa. Mason með sína frægu laumur en Káa nær að svara fyrir þetta. Það var svona gráu svæði. Valgeir fyrir Álftanes að skora þarna og Matthew Gibson kominn í uppgjöf. Vel gert, Káa megin. Matteo setur hann í netið. Já, hann bætir upp fyrir þau mistök. Gott stig, Káa megin, Ári Gunni. Kominn í uppgjöf. Hann með eina ás Káa, hann kannski setur bara í annan. Já. Fín móttaka þarna. Óheppinn Mason þarna. Negli boltanum í gólfið en út af. Þetta átti hann ekki að gera. Gunni setur hann í netið. Og þá var það Mason. Þetta var ekki alveg nógu vel gert í Birki þarna. Já.
á það bara að halda haus, strákar, tala saman, taka móti. Það er góð uppgjöf hjá Mason. Já. Já, þessi fór í blokkinu og niður. Álftanes megin. Fínasta redding hann hjá Káa. Lexi spilaði upp á Matteo. Og Lexi komin í uppgjöf. Góð uppgjöf. Frábær blokk. Já. Tvíslag á Ástreids. Það er eftir Gísla með einn á mótunum og er slegið nokkuð bót. Magnús í uppgjöf. Fyrir móttakaði Birki. Lauma og þessi er úti. Ásteinn gerir heiðarlega tilumþræðin á boltanum en svo var ekki. Það var það Ingólfur og Magnús skipta aftur. Glæsileg blokkandi hjá Gísla. Birkir að rífa stemningunni í KM-vilinu. Reyndi Gibson út. Vel slegið hjá Matteo þarna, vissi alveg hvað hann var að gera. Filip vil meina að Matthew hafi staðið út af. Ég held að allir sem eru í svona skóm með að stíga út af. Geggjaði skor. Já, þessi er úti. Ásteids vildi fá touch þarna. Erfitt að segja að leikklép. Álftanes tekur leikklép, stöðunni 13-8. Það voru KM kornir á það skrið sem við viljum fá. Næsri blokk upp enna, yfir stig, já. Hann er búinn að gera þetta áður í leiknum og það er dæmt á hann. Staðan 14-8, það er stemning að myndast í höllinni.
Vel gert hjá KA-mönnum núna. Það gengur bara gerðslega allt upp. Miskilningur í gangi hérna. Það ráðst þessi uppgjöf. Það vel gert hjá Álftanes. Ellendur Arstrids, góð uppgjöf hjá honum. Já, ásettur hann út. Það var Gísli uppgjöf. Já. Vel gert hjá Gunna. Treður boltanum hann í hendurnar á Gibson. Og út. Fín uppgjöf þarna. Aftur blokkaðir. Síðan KR komið 14 stig úr blokk. Þessi er langt inni. Nei, þeir kalla hann allir út. Vel gert hjá Gísla þarna. Já, frábær verð hjá Álftanes hérna að blokka Matteo. Fínt spil hjá Filip á Benna en Álftanes svarar. Já. Gísli náði þessum ekki alveg upp. Touch líka í blokkina, þannig að þetta er alltaf erfitt. Það er 19-12. Martin í uppgjöf. Já, vel gert hjá Filip en óöfnir þarna.
Sendur hennar í netið. Þá er Lexi kominn fram og ég reiknum með að hann fái nokkra bolta núna. Og klárum þetta. 20-13, Benni uppgjöf. Fín uppgjöf. Nei, þetta var ekki alveg gott hjá Gunnar þarna. Matthew Gibson kominn í uppgjöf. Já. Dæmir hennan inni. Góð uppgjöf. Frábær vörn hjá Agli hérna. Vel gert hjá Filip hérna. Skorað með laumubakkar. Já. Það var skemmtilega gert. Já, neglið þessum í netið. Valgeir kominn í uppgjöf. Altanes. Fín móttaka af Birki og Lexi fær boltan, þetta er stig. Það var Gunni uppgjöf fyrir Káa. Gunni dæmir net þarna. Það var líka bara stig. Fín móttaka af Birki og Matti að fá boltan. Já, ha! Kæma seilingu á Filip. Fín uppgjöf af Mason. En neglir Matteo í blokkina. Þessi drífur ekki yfir. Vel slegið af Gísla þarna. Vel gert af Gísla. Hefur Benni inn og Lexi í uppgjöf. Það er eitt stig sem vantar. Já. Þessi held ekki ennþá lendur. Já, hérna hann langaði að prófa þetta. Ég veit ekki alveg hvað hann var að prófa en þessi var langt úti. Já, við slegið Astrist þarna. 24-19. Það má Magnús ekki gera mistök. Góð blokk þarna. Já. Það tekur bara einar á það.
Gott svar hjá Gísla þarna. Já, 21-24. Það gerir þetta erfitt fyrir KA menn að klára þessa hrinu. KA tekur leikhlé. Já, alltaf komið 4 uppgjafir í röð. 4 stig á. Já. Já. Klárt aftur, Magnús Írkjöf. Fín móttaka á Gunnar hana. Og Benni klárar hana leik. Vel gert. Afsakið klárar þessa hrinu. Staðan 2-1 fyrir KA. Endanum settir í bógan. Þannig að það er oft mikið púsl að koma fótboltaleikjum fyrir í janúar. Þannig fyrir norðan okkur vantar sárlega fleiri knatthús, en þetta er hverja staðina hjá okkur og sjáum KA hérna finnur þetta svæði á kantinum og hér kemur fyrirgjöfin, hún er fín og þessi skalli frétt framhjá. Já, ekkert af þessu hjá KA-liðinu og Nökkvi þeir með skallan framhjá. Tók ekki langan tíma fyrir KA-liðið að koma sér í færi og Nökkvi gerði bara vel í að skalla hana bolta en hitti ekki markið því miður. Hér kemur markspyrnan og Bjarni tekur þetta og fær innkastið. Andri Fannar. KA-liðið byrjar að setja upp sóttina. Kristján Jæjaló er í marki KA-liðsins hér í dag. Fyrsti leikur hans í mótinu ef ég man rétt. En KA-liðið hélt loksins hreinu í síðasta leik þegar unnið 3-0 sigur á Leikni Fáskrúðsfirði. Hér er brotið á Otto Birni. Og KA-liðið á því aukaspyrnuna. Kemur boltanum aftur í leik. En já, eins og segi, Kristján Jæjaló í markinu. KA-liðið hélt loksins hreinu í síðasta leik. Eftir 3-0 sigur á Leikni Fáskrúðsfirði. Þá var Aron Dagur í markinu. En náttúrulega að gera nýta þessa æfingaleiki í að koma öllum í gang. Annars er KA-liðið svona uppstilt. Sveinn Margeir Hauksson, nr. 4, nr. 6 er Hallgrímur Jónasson fyrirliði, nr. 9 er Elvar Árni Aðalsteinsson, nr. 11 er Otto Björn Óðinsson, nr. 14 er Andri Fannar Stefánsson, nr. 16 er Brynjar Ingi Bjarnason, nr. 22 er Hrannar Björn Steingrímsson, 23 er Steinþór Freyr Þorsteinsson, 24 er Nökkvi Þeyr Þórisson og nr. 77 er Bjarni Aðalsteinsson. Og hér er mitt fyrir boltinn aftur á Jæjaló. Kemur áhverjuboltur á Brynjari yfir á Nökkva og Nökkvi gerir þetta mjög vel að setja boltan yfir. Gerði mjög vel í að ná þessum bolta. Flottur bolti inn fyrir frá Brynjari Inga. Hann er ótrúlega naskur í þessu, hann Binni. Kom með langa bolta á vördinni sem að verða bara hálfgerðar stóðsendingar. Og byrjunum hjá KA-liðinu töluvert betri heldur en í
svona síðustu leikjum til þessa. Og þetta er brot, Bjarni brotlegur hérna, þetta er hárrétt. Brýtur hérna á honum Jónasi. Já, annars er bekkurinn á KA-liðinu skipað svona, Aron Dagur þar þessu sinni. 3 er Gunnar Örvar Stefánsson, 17 Ímir Már, nú er Angati Máni Gautason, Adam Örn Guðmundsson og Þorri Mar Þórisson. Já, eins og segi, bæði lið ósigruðu á mótinu til þessa og ljóst að KA-lið þarf að hafa fyrir því að fá 3 stig í dag. Eins og segi, Dalvík Reynir gerði 0-0 jafntefli við Þór fyrir í mótinu. Kemur bolti sem að mér sýnist Otto vera með, nei, lætur Kristján Jaló taka þetta, Jaló gerir þetta frábærlega vel. Góður á bolta sem alltaf skiptir gríðarlega miklu máli að markmenn séu í nútíma fótbolta. Kemur Bjarni, kemur hann hérna fram á Nökkva, Nökkvi, setur hann hérna á Elvar Árni, reynir að finna Otto þarna en Otto ekki mættur á svæðið, eða sendingi léleg. Og þetta endar aftur fyrir. Það er búið að vera nóg að gera hjá Kristoffer Má í markinu hjá Dalvík að taka þessar markspyrnur. Það séu þetta 4 eða 5, þetta sést á fyrstu 5 mínútur leiksins. Hann gefur sér líka góðan tími í þetta. Hann tekst strákurum að ná boltanum hérna og mikið kaplu boltan en þeir ná að berga þessu og fyrsta hotleiksins er staðreind. Það er KA-mann að skildi svo sem engan undra. KA-liði búið að vera byrja að leika flottum krafti bara. Ég sagði þeir hafa byrjað leikina og þeim finnst svona full rólega mótið til þessa og alveg mjög líkt að Óli Stefán hafi lagt upp með það að fá mann í gang strax. Og þetta kemur ágæti skalli en hann er Binni fer aðeins og mikið undir boltan og hann fer í því yfir markið. Já, eins og segi, þetta er næst síðasti leikur liðana allavega KA-liðsins í mótinu. Jújú, hjá báðum liðum. Og hérna tekur svo við næstu helgi úrslitaleikur vonandi. Kemur í ljós hvernig leikirnir þessar umferð fara gegn Þór. Og í kjölfarið verður svo Lengjubikarinn sjálfur. Þannig að það er nóg framundan í fótboltanum hjá KA TV. Reynum að sýna alla leiki hjá KA hérna sem er að fara fram fyrir norðan. Hérna fáum við aukaspyrnu okkar vallarhelming. Jæja, Andri Fannar á Brynjar Inga, Brynjar aftur á Andra Fannar, reyna að lokka gestina aðeins framar á völlinn. Þeir eru fastir í skotgröfunum. Þetta klárt mál að þeir þurfa að verjast vel, en þetta er rangstaða. Já, Nökkvi þeir aðeins á fljótur á stað þarna, dæmdur rangstaður. Svo fyrsta í leiknum. Binnin er að skalla þetta en gestinir með boltan og þetta er brot. Já, Binni brýtur hérna á honum Þorvaldi Daða og þeir taka þetta fljótt. Já, þetta var enga veginn á réttu stað, þannig að þetta er hárrétt að endurtaka þessa spyrnu. KA-liðið ennþá að stilla betur upp.
Sjáum að það eru allir mættir í vörnina núna fyrir utan Elvar Árna sem er fremstur. Lúrir þar við miðjuna. Hér kemur Jón Heiðar með háan bolta og bolti laus í teignum og við viljum fá henda KM-menn, ekki dæmt. Elvar Árni vikur bolti fram, Nökkvi þarf að spretta og hann næri þessi bolta líklegast. Þetta verður bara öxl í öxl, þannig að þetta er bara áfram með smjörið. Og gestirnir koma boltanum frá en KA-liðið fljótt að ná honum aftur. Bjarni með sendingu út af kantinn. Þetta gera vel, boltinn fyrir. Og Andri Fannar tekur hann núna í kjölfarið. Höldum pressu. Það kemur fyrirgjöfin, hún er ekki alveg nægilega góð en áfram dettur boltinn á Andra Fannar. Og náum boltanum svo aftur í kjölfarið, jæja. Fín pressa hjá okkur, bara ná að halda boltanum hátt uppi. Það kemur Steinþór áfram á brott til Elvar Árna. Já, ekki nokkur spurning það. KA-lið fær núna aukaspyrnu. KA-lið búið að skora þó nokkur aukaspyrnum. KA-lið búið að skora þó nokkuð aukaspyrnum á móti til þessa. Spurning hvað Bjarni Aðalsteinsson gerir núna. Þetta er bara úrvalsfæri. Bjarni gerði 2 mörk aukaspyrnum í fyrsta leiknum mótinu, 1 í það næsta og er held ég farin að langa mikið að bæta við því 4. En ég hef ekki nokkar áhyggjur af því að hann gerir eitthvað annað heldur en að plaffessa markið. Þetta er fínt skot en rétt framhjá og staðan því áfram markalaus. Marino dæmir færslu þarna. Fín uppgjöf þarna. Óöfnir. Valgeir komin í uppgjöf. Hallgrímur Jónasson orðinn kominn í þjálfarateimi KA-liðsins. Og er náttúrulega ótrúlega flottur karakter, mikill leiðtogi og að gera ná sem mestu út úr honum. Hér kemur Steinþór, hörkuskot og þessi endar í netinu. Þetta var hálf klaufalegt. Fyrsta markið er komið. Sjáum það endursýnt hérna. Dettur þetta frábærlega fyrir Steinþór og hann þrumar svo markið en Kristoffer í markinu eiginlega með boltaninn missir hann einhvern veginn framhjá sér. Sem sjá þetta einu sinni aftur. Steinþór skotmaður góður en hefur stundum hitt bolta betur en þetta. En hvað það, staðan orðin 1-0 fyrir KA. Ná að brjóta ísinn strax hérna á 13. mínútu og nú er hættið því að leikplan þeirra bláklæddu breytist eitthvað aðeins. Náðum þetta að halda þessi Þórsurunum.
Já, við erum af einhverju ástæðu live hérna á blakleitum og svissast einhvern veginn hjá okkur. En við höldum bara áfram hérna að lýsa því sem að gerast hér. Já, allavega vitum við það. Þetta er við svissast hjá okkur, en að KA-TV er beinni í bóanum sem heitir KA Álftanes í Blaki og öfugt. En aukaspyrna sem KA-lið á hérna. Hér kemur fínn bolti frá Hrannari og Nökkvi reynir að teygja sig í þetta en erfitt fyrir hann og þetta endar aftur fyrir 1-0 áfram staðan hérna. Já, þetta mark frá Steinþóri Frey Þorsteinsinni var áhugavert. Kristofur Már í markinu með sjaldséð mistök. En gestin þurfa að koma sér aftur í gang. Reynir þá vantilega að sækja meira á KA-lið. KA-lið búið að stjórna þessu leik vel. Hérna er Steinþór boltanum, gerir þetta frábærlega brotið á honum og Steinþór ekki sáttur. Hann alveg brjálaður hérna. Enda hálfparti stíð á hann eftir að búið að brjóta. En ekkert spjald á loft. Fín uppgjöf þarna hjá Benna. Svona, já. Meira svona. Álftanes tekur leikhlé. Benni var að taka sína þriðju uppgjöf, allt klárt aftur, 15-11. Með sleið og Mason þarna, nei, Matthew Gibson. Það var Ástuð sem fer í uppgjöf. Já, frábær Howard, en þeir rífað upp úr gólfinu einhvern veginn. Aftur Howard, en þarna var enginn. Vantaði einhvern undir. Það er 16-12. Og Matteo í uppgjöf.
svolítið nálægt en Gunni gerir vel og ítir því hávörðina út. Og sá ekki alveg hvað Marino dæmdi hana fyrst en Gunni leiðir til það. Gunni að skora sitt 7. stig hérna á hann. 2 ásar. Átján 12. Missar hann í netið. Já, við erum hérna í einhverjum furðulegum málum hérna hjá okkur en erum vonandi að ná að bjarga þessu. Eins og segi staðan 1-0 fyrir KA hérna í þessum leik í bóðanum. Þetta er lag fyrir gestina. Boltar út á kantinn, nú kemur fyrirgjöfin, hún er aðeins og löng, enda beinti á Jalo í markinu. Kavalið hérna stillir sóttinni sinni í gang. Gera vel í að finna Steinþór, brot hjá Steinþóri, ekki dæmt. Og hann svo dæmt, Káli svo dæmt brotleit í kjölfarið. Já, mér sýnist Steinþór orðinn svolítið pirraður á þessu. Já, þýðist velveringar á sem tækni örðuleikum sem búin að vera hjá okkur núna. Blak fútbolti er eitthvað að skiptast á og víxlast. Vonandi erum við búin að finna lausn á þessu og Blaki farið aftur að staða eftir. En þessi leikur hérna í bóðanum búin að fara ágætlega af stað hjá KA-liðinu. Já, lúpum boltan fram. Og reynir KA-lið bara aftur. Hrannar tilbaka á Brynjar, Andri Fannar. Já. Gera þetta ágætlega strákarnir og sendingin ekki nægilega nákvæm og þetta til gestana. Já, eins og ég segi, núna það eru aðrir sjáum Blakleikinn, þeir eru vonandi að ná að stýra þessu betur hjá sér. Þannig að Blakalundir fái sitt líka, en hérna brýtur Nökkvi af sér og gestirnir í ágætis séns hérna. Já, aukaspyrna sem að Jón Heiðar Magnússon vísir undir að taka. Uppalinn í KA og spilaði þó nokkra leiki með meistaraflokki KA. Áhorfana fór svo endanum til Dalvíkur Reynis. Sjáum hvað hann gerir hér.
Þetta kemur, spiltan reynir að setja hann fyrirgjöf, en Jalo kýlir þetta í burtu. Hér tekur hann niður, dröna Brynjar Inga, Brynjar kemur hann fram, en boltinn út fyrir. Já, eins og ég segi, við erum að reyna að koma blækinu aftur að stað. Það er einhver ný vandræði hjá okkur. Við höfum aldrei lent í þessu áður að tvær útsendingar skarist einhvern veginn svona. Jæja, Steinþór, nei, tekur ekki innkastið. Kemur Bjarni, finnur Nökkvi tilbaka Bjarna. Bjarni með mikið pláss. Kemur þetta með skiptinguna. Hún er góð, frábær móttaka en boltinn endar aftur fyrir. Kavalið á hérna hotspinnu. Hún er fín og þessi endar í netinu. Já. Þetta var laglega gert. Og sjáum þetta aftur hérna. Aftur bolti og þetta er virkilega vel gert hjá Binna. Sjáum þetta einu svona aftur hérna. Flott spilna og Brynjar Ingi með flottan skalla. Þetta er vel gert. KL er komið í 2-0.